Komið sæl og verið velkomin á þetta þriðja bókakonfekt Forlagsins í ár. Ég heiti Hólmfríður Matthíasdóttir og ég útgefandi Forlagsins og ég vildi áður en við förum af stað segja ykkur það að það eru þarna veitingar sem þið skulu bara ganga í eins og þið séuð heima hjá okkur og bækurnar verða á sérstöku verði. Og hér mikið af áritunarpennum, þannig ef þið viljið grípa höfund og láta árita fyrir ykkur þá núna kjörið tækifæri. Meira ætla ég nú ekki að segja í bili, en við skulum bara vinda okkur í þetta. Það verða 9 höfundar að lesa upp í kvöld og hér svona það bil í miðjunni. Og fyrsti höfundurinn Gunnar Theodór Eggertsson, hann ætlar að lesa úr bók sinni Vatnið brennur. Ég ætla að bjóða honum hérna upp á svið. Takk fyrir. Hæ, góða kvöldið. Ég heiti Gunnar Theodór. Ég skrifa aðalega barna- og unglingabækur, en Vatnið brennur önnur skáldsaga mín fyrir fullorðna og fyrsta hrollvekjan sem ég skrifa fyrir fullorðna og vonandi ekki sú síðasta. Þetta hrollvekja tónlist og hún flakkar svolítið fram og aftur í tíma, gerist samt aðalega á Íslandi í samtímanum og svo í Svíþjóð á 8. áratugnum og hverfist í kringum þessa vínilplötu sem sjáum við framan á kápunni, sem mjög dularfull sænsk þjóðlega plata og alveg stórhættuleg. Við fylgjum annars vegar aðalpersónunni Grímu sem ung íslensk raftónlistakona. Hún á tónleikaferðalagi Ísland þegar hún kemst í kynni við þessa plötu og heyrir söguna á bak við hana sem mjög hryllileg. Það mun hafa verið framið hrottalegt morð við upptökur á plötunni og hún verður algjörlega heltekin af þessari plötu og sérstaklega einu lagi og smátt og smátt fyrir þetta lag að hafa mjög undarleg áhrif á hana, hennar líf og list. Og svo fylgjum við líka tónlistarmönnunum í Svíþjóð árið 1972 sem að taka upp plötuna og búa hana til. Þannig ég ætla að lesa 2 stuttbrot, eitt frá Íslandi Grímu og eitt frá Svíþjóð. Ég valdi ekki sérstaklega hryllileg brot samt fyrir ykkur, þið verið bara að eiga hryllinginn út af fyrir ykkur þegar þið lesið bókina við kertaljós jólin. Og það rosalega gott að lesa hrylling jólin, hrekkjavakan svolítið búin að stela því frá jólunum, hvað það kósí að lesa hrylling á jólunum, ég mæli með því, ég geri það alltaf. En einhverja góða draugasögu. Ég ætla að byrja í Svíþjóð. Við erum stödd með þessum 2 tónlistarmönnum sem tiltölulega nýbúnir að kynnast og þeir eru bara að hanga heima hjá öðru þeirra
og þeir eru að hlusta á plötur og drekka te og röfla músík. Ég skil hvað átt við. Ég á líka djúpstæða minningar tengdar lögum og æsku minni en mér langar að ganga enn lengra með mína músík og ná að brjótast út fyrir egóið, út fyrir mína persónulegu sögu, mína persónulegu minningar. Ég hugsa minningar á heimsmælikvarða, tónbil sem spanna árþúsundir. Hvernig sungu Rómverjarnir, Grekirnir, Egyptarnir? Hvað sungu víkingarnir? Hvað söng fólk til að halda á sig hita á ísöld? Hvernig tónbil söng frummaðurinn? Hvað var kyrjað í kringum fyrsta varðeldin? Þetta allt innan í okkur. Við getum tengst þessum krafti, virkjað hann, tengt á milli, fyrst á milli okkar tveggja og svo við hlustundur. Það byltingin. Öll sönn bylting byrjar innra með manni. Kemur ekki utanfrá. Borgarlífið tálsýn, egóið, materialismin, allt saman. Þetta það sem að trúnni tekst stundum að ná fram í fólki. Þegar það kemst í þessa djúpu snertingu við kjarna sinn. Nema hvað það alltaf mikil forskrift í trúarbrögðum og mikil pólitík og stjórnun. Það allt gegnsýrt af efnishyggju. En hugsaðu tónlistina sem hefur verið samin í nafni Guðs og heilaleikans, skýrt með allt hitt, allt kirkjulega kjaftaði, ég meina bara músíkin. Því þar má finna vott af þessu sem ég að tala Þegar fólk tengist í gegnum sama sálminn og í leiðinni minningum úr æsku sinni og lengra aftur til foreldra sinna og enn lengra gegnum kynslóðina, lengst aftur í tíman og allt kviknar þetta innan með manni í taugakerfinu eða sálinni eða hvað sem þú vilt kalla það. Ég ekki trúaður, ekki samkvæmt hefðbundnu skilgreiningum, en að syngja sama sálminn og mamma söng fyrir mig, sem amma söng fyrir hana og langamma þar á undan, hver veit hversu lengi, það sannkallaður heilagleiki, sannkallaður galdur. Ég veit, það ekki töff að tala svona trúmál og hefðir og oft hef ég ekki orð á þessu við fólk, það tekur mig bara eins og einhverjum tónfræðilegum íhaldssegg. Ég held að þú skiljir hvað ég að meina, það ekki? Og Rolf kinkaði kolli og fiskaði fiðlukassan upp af gólfinu. Hann opnaði fyrir hljóðfærinu og vatnslitamyndin birtist þeim í öllu sínum velta veldi. Anders virti hana fyrir sér og meðan Rolf stillti strengina. Skugginn í vatninu opnaði hungraður faðminn. Falleg mynd, sagði hann íhugull, dramatísk, ég myndi jafnvel segja ofbeldisfull. Málaði þú hana? Aldrei hafði Rolf séð neitt ljótt við myndina hennar mömmu. Ekkert annað en ljós og fegurð. Hvernig þá ofbeldisfull, spurði hann. Þetta vatnið heima í sveitinni. Fíkur hana fyrir miðjuði mamma með opinn faðminn eða kannski amma. Ég hélt þetta væru skógareldar, útskýrði Anders, og brennandi manneskja fyrir miðju, eða loftsteinn að skella til jarðar þessi eldhringur í kringum bláa litin eins og kvikna sig í plánetunni. En kannski ég að horfa kolrangt á þetta. Hann afsakaði sig og hló. Þú sér sveitina þína, ég sé bara eitthvað kosmískt kaos. Það ekki merkt góða myndlist, það allir sjáu sitt útrunni? Ég veit ekki mikið myndlist, játaði Rolf, og lokaði kassanum varlega. Þetta bara mynd sem mamma mín málaði þegar ég var lítill. Þetta eina sem ég á til minningar hana. Þetta á eitt lag sem hún söng fyrir mig. Það sem sagt lagið umrædda sem að rata svo plötuna. Og ég ætla að hoppa örstuð til Grímu á Íslandi. Hún sem sagt stödd á Neskaupstað. Snemma í bókinni, hún á Eistnaflugi á Þungarokkshátíðinni að spila þar með kærastinu sínum og búin að heyra þessa plötu í fyrsta sinn og þetta lag sem sagt búið að ná bólfestu einhvern veginn inn í henni og hún búin að spila tónleikum og hún búin að rífast í kærasta sinn og búin að fara í eftirpartí og hún leiðinni heim til sín með lagið fast í sér og rosalega eirðarlaus, vill ekki fara að sofa strax og þá gerist þetta. Gríma hélt áfram leiða sinnar og andaði sér fersku næturloftinu. Klukkan var að ganga 3 og enn líf í plássinu. Drykkjulæti ómuðu frá tjaldstæðinu og rokksuddin lá í loftinu. Hún svipaðist eftir Helga á göngunni en mætti engum skegglausum mönnum á leiðinu upp í skóla. Þegar þangað kom var enn órói í líkamannum og hún vildi ekki halda í háttinn alveg strax. Hún hélt við röltinu áfram, reyndi að blístra fram stefið sem hún hafði heyrt hálfsofandi fyrr daginn. Fuglablómin, það nafnið á laginu, fuglablómin höfðu grafið sér djúpt inn í heila og legið í dvala í undirvitundin á meðan á tónleikunum stóð og nú braust laglínan aftur upp á yfirborðið og út raddböndin en hljómaði enn ekki eins og hann átti að vera. Gríma raulaði aftur og bak og áfram á göngunni en vissi að tónbilin voru röng. Lagið heyrði hún ljóslifandi fyrir sér í höfðinu en nóturnar kom alltaf bjagaðar úr munn hennar.
Óróinn fór vaxandi með hverri misheppnaðri tilraun og hún æddi ráðvillt göturnar. Áður en hún vissi af var hún komin upp tjaldstæði. Hún sem hafði heitið sjálfur sér að stíga ekki fæti þangað í ferðinni. Hér var allt morandi í fullu fólki, syngjandi og spjallandi, eldhrest og ælandi, ómögulegt að gera greinamun á nótt og degi út frá stuðinu sem ríkti. Fyrir miðju var búið að kveikja stóran og mikinn varðeld og Gríma dróst þangað eins og forvitið fyrirldi. Logarnir risu hátt til himna og runnu saman við sólríka sumarnóttina. Hún fann sér sæti í hæfilegri fjarlægð frá fólkinu í kring og kom sér vel fyrir á niðurtroðnu grasinu. Hópur ungmenna sat í hálfhring kringum bálið og söng hástöfum við kassagítar undirspil. Hún kannaðist við nokkra stráka úr hópnum, hafði séð á rótahljóðförum úr skólanum fyrsta daginn, annars þekkti hún engan manna og sá ekki betur en að enginn þekkti hana, sérstaklega ekki í þessari sveitastelpu múnderingu. Má ég spila eitt lag? Spurði hún þegar kórinn hafði lokið sér af. Þeir hlógu, fögnuðu, lyftu bjórdósum, buðu henni að gjöra svo vel. Hún varð að ná urgunum úr sér, losna við lagið úr eyrunum. Gríma tók við kassagítarnum, gekk hálfhringi kringum bálið, stillti sér upp aftur í hæfilegri fjarlægð frá hópnum. Þetta heitir Fuglablóm, tilkynnti hún og hló með sjálfur sér, vaggaði dálítið af þreytu og drykkju, tók góðan tíma í að afstilla strengina. Svo fleygði hún hljóðfærinu fyrirvaralaust á bálið og áður en furðulostnir hátíðargestir höfðu áttað sig á alvarleika málsins var Gríma horfin út í bjartnættið. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Gunnar Theodór. Næst á svið Aðalbjörg Helgadóttir. Hún ætlar að lesa úr bók sinni Einmana. Gjörðu svo vel. Já, komið í sæl og gaman að vera með ykkur hér í kvöld og heiður að sitja á skáldabekknum með þessu fallega fólki hér. Ég ákvað að skrifa bók einmanaleika af því ég hef haft áhuga á því hvernig fólk nær árangri og líður vel í lífinu sínu þrátt fyrir að mæta ótrúlega miklu mótlæti. Og einmanaleiki tilfinning sem við upplifum öll einhvern tímann á ævinni, annarkvort einmana vegna þess að við erum einmana í kringum annað fólk, eða ef við erum einmana því að við erum að missa fólk, eða missa tengsl, eða missa hlutverk. Og einmanaleiki tilfinning djúpstæðan skort á nánd og innihaldsríkum tengslum við sjálfan sig og eða aðra og að upplifa að aðri hvorki hlusti á manni skilji. Aftur á móti einvera svona staða sem við veljum okkur sjálf. Við veljum það ekki að vera einmana, það eitthvað sem að gerist sem veldur því að við verðum einmana. En það ekkert að okkur. Það bara eitthvað sem átti sér stað. Hér á Íslandi eru að jafnaði 36% fólks einmana. Og það svolítið hátt hlutfall, sérstaklega maður horfir til þess að heimsmeðaltali 31%. Og af því að það eru kosningar framundan, eftir bara mjög fáa daga, þá ákveð ég að grípa niður hérna í einn lítinn kafla í bókinni vegna þess að hér á Íslandi það orðið þannig að við erum svolítið að horfa til þess að aðhyllast einstaklingshyggju og mér langar til að og það var eitt af því sem ég komst að því ég var að skrifa bókina af hverju einmanaleiki hefur aukist svona mikið og ástæðan meðal annars sú að samfélaginu okkar að breytast og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur. Áhersla vestrænnar menningar hefur haldið áfram að færast í átt að einstaklingnum, að hver og einn leiti allra leiða til að verða besta útgáfan af sjálfum sér, hámarka virði sitt og hamingju með öllum tiltækum ráðum. Svokölluð frjálshyggja og seinna nýfrjálshyggja hefur ýtt undir þessa einstaklingshyggju með því að meta virði fólks eftir efnislegum árangri þess í lífinu, auði og völdum, og að ekki megi hindra að öflugir einstaklingar fái óskert tækifæri til að hámarka eigin gróða, hvað sem það kostar. Hagkerfi nútímans byggist á því að vekja upp hugmyndir skort og þörf og í stað þess að athyglinni sé beint af því sem við getum, höfum möguleika á og því sem við eigum og erum við stöðugt minnt á allt sem við getum ekki, höfum ekki möguleika á, eigum ekki og erum ekki. Skorturinn huglægur og skapaður í samfélagi þar sem efnislegum hlutum gert hærra undir höfði en andlegum og félagslegum verðmætum
og fólki talin trú að hagsmunir þess liggi í því að eignast hluti. Áhersla á einstaklingshyggju oft á kostnað samstöðu og samkenndar. Ekki litið á einmannafólk sem samborgara, heldur kostnaðarlega byrði á samfélögum, enda glímir það frekar við andlegar og líkamlegar áskoranir. Einmannaleikin rammpólitískur. Þannig ég hvet ykkur til að fylgjast með kosningum og kosningaloforðum og áherslum og hugsa hvort verið að beina athygli okkar að því sem við höfum og eigum eða því sem okkur skortir. En ég held að það ákveðið mótvægi við þessu og það þakklæti og heima hjá ömmu minni var alltaf lítið kort á hillu undir baðherbergisspeglinum þar sem stóð á að vera ánægður felst ekki í því að eiga allt, heldur að vera ánægður með það sem þú átt. Og allt sem við veitum athygli, það vex og dafnar eins og við öll vitum, þannig að ef við veitum því athygli sem við eigum, að þá væntanlega erum við ekki alltaf að velta því fyrir okkur sem við eigum ekki. Það hefur mikið verið rætt það að einmanaleikinn sé sjúkdómur, en ég ekki sammála því, og ætla að skrifa hér fyrir ykkur af hverju. Að mínu mati ætti frekar að tala heimsfaraldur umfjallana einmanaleika, en það hefur fagfólk, fræðifólk og aðrir sem hafa látið sig máli varða komist að sömu niðurstöðu og henni verður einna best lýst með orðum móður Teresu. Alvarlegasti sjúkdómur hins vestræna heims í dag hvorki berklar né holdsveiki, heldur að upplifa að ekki sé þörf fyrir okkur, að við séum ekki elskuð og að enginn beri umhyggju fyrir okkur. Við getum læknað sjúkdóma með lyfjum, en eina lækningin við einmanaleika, örvæntingu og vonleysi kærleikur. Og hvað getum við gert? Við getum annars vegar horft til samfélagslegra bjargráða, eins og til dæmis bókakonfekts forlagsins, þar sem fólk kemur saman og hlýðir á upplestur og góðum bókum og fær sér konfekt og kaffi. Og við getum líka sagt að samfélagið bara að breytast, að ríkisstjórnin bara að redda þessu, en það ekki þannig. Ef við viljum breyta heiminum þá þurfum við að byrja okkur sjálfum. Og mér langar til að segja ykkur eina frásögn sem að sjálfsögðu sönn, því allar frásögnir þessari bók eru sannar, þó að kannski nöfnum og staðháttum sé örlítið breytt, en þetta reyndar frekar mikið eins og það var. Og þetta gerðist á Heilsustofnun í Hveragerði þar sem ég vann í rúm 4 ár. Og þessa frásögn kalla ég Ólympíuleika í púl. Á Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði kemur fólk hvaðan æfa af landinu og sækir endurhæfingu. Ástæðurnar geta verið margvíslegar, til dæmis að byggja upp þrek eftir krabbameinsmeðferð eða önnur veikindi, ná tökum á langvinnri streitu eða takast á við andlegar áskoranir, missi eða sorg. Að sumarlagi fyrir nokkrum árum dvöldu þar nokkuð margir gestir samtímis sem voru að takast á við andlegar áskoranir. Þunglindi, kvíða, missi og sorg. Það var því nokkuð þungt yfir húsinu. Fólk hélt sig meira og minna inn á herbergi, borðaði í einrúmi í matsalnum og leitaðist ekki við að mynda tengsl. Þegar líða tók að helgi sem að þýddi lítil sem engin dagskrá yrði í húsinu, ákvað einn dvalargesta, skákmeistari með meiru, að hann gæti ekki farið í gegnum aðra helgi þar sem næstum allir lokuðu sig af. Svoleiðis að hann skipulagði Ólympíuleika í púl, gekk ganga og bauð gestum að taka þátt. 12 skráðu sig til leiks og skákmeistarinn valdi svo fólki önnur hlutverk. Hann bað fullorðinn mann sem hvorki horfðist í augu við eða gaf svo að tal við neinn að vera stigavörð, unga konu sem hafði grátið frá því að hún kom til dvalarinnar að gæta verðlaunanna, maður á miðjumaldri sem hafði fylgst með álengdar, fékk það hlutverk að halda utan þátttökulistan, öldruð kona sem fór undan flæmingi í hvert sinn sem einhver talaði við hana, tók að sér stigavörsluna og dómgæsluna annaðist ungur maður sem hafði nýlega tekist á við þungbæran missi. Sjálfur sá skákmeistarinn að hafa yfirsýn og gæta þess að allir nytu sín. Og fólki naut sín. 4 daga Ólympíuleikar í púl lyftu brún allra, þungþögnin í húsinu vék fyrir gleði, samtölum, hlátrasköllum og svo auðvitað spennuþrunginni andakt meðan á púlleik stóð. Heilsustofnunin í Hveragerði býður upp á fjölbreytt endurhæfingarúrræði sem að stuðla að betri andlegri líðan, en töfrarnir sem áttu sér stað þessa 4 daga á hásumri komust ekki hálfkvisti við neitt þeirra. Dvöl gestanna breyttist eftir þetta, vinasambönd urðu til og samkenndin varð áþreifanleg. En við getum líka gert ýmislegt bara fyrir okkur sjálf.
Af því eins og ég sagði hér áðan að þá einmanaleiki skortur á tengslum líka við sjálfan sig. Þannig við þurfum líka svolítið að byrja á því að tengjast okkur sjálfum og að viðurkenna hvað það var sem að gerðist sem olli því að við urðum einmana. Þannig að við þurfum að iðka einvægi, sem orð sem að ég bjó til, sem að ég setti saman úr einmana og samvægi. Og það byggist á því að viðurkenna hvað var orsakað að það við urðum einmana í byrjun, hlúa að okkur sjálfum með samkennd og gæta svo að þessum 4 grunnstoðum, og nú tala ég sem hjúkrunarfræðingurinn sem ég líka, að gæta að hvíld, að passa upp á það sem við borðum, að hreyfa okkur og hlúa að tengslum, sem getur auðvitað að vera ákveðin áskorun þegar það er ástæðan fyrir að við erum einmana. En þá þurfum við kannski fyrst og fremst að hlúa að tengslum við okkur sjálf, æðri mátt eins og við skilgreinum hann, gæludýr, náttúruna og já, hvað eina annað. En mér langar til að enda þetta hér með því að lesa fyrir ykkur stutta frásögn sem að í minni fjölskyldu heitir Sagan kremið, sem að sjálfsögðu líka sönn eins og allar aðrar frásagnir í bókinni. Og þetta er upplifun sem að ég upplifði sjálf fyrir mörgum árum sem hefur setið með mér allar tíð síðan. Fyrir allmörgum árum stóð ég kvöldvakt á heilbrigðisstofnun. Fyrr daginn hafði ríflega áttræð kona lagst inn á deildina eftir að fengi litla blæðingu inn á heila. Einkennin voru að mestu gengin tilbaka en ákveðið var að hún yrði í eftirliti á deildinni allavega til næsta dags. Það kom í minn hlut að annars konuna sem var smávaxin og fíngerð með eitt að hlýjasta augnaráð sem að mér rekur minni til að hafa mætt frá ókunnugri manneskju. Og hún sagði elsku konan við mig í öðru hverju orði. Hún bað mig að aðstoða sig í sturtu sem var auðsótt. Hún sagðist ekkert hafa komist morguninn út af þessum látum í mér. Hún fekk heilablæðingu, en ok. Sagði hún og hló. Eftir sturtuna bað hún mig að sækja krem sem hún hafði gleymt á herberginu sínu. Já, tengdadóttir mín er flugfreyja, hún kom með þetta til mín daginn. Ég hef ekki tímt að nota þetta en elsku konan hvað það góð lykt af því. Þetta er Elisabeth Arden krem, hunangskrem, kannast ekki við þetta krem, í stóru dollunum, já. Og ég vissum að ég yngist 20 ára af því. Hún hló dátt. Ég fór eftir kreminu og aðstoðaði hana við að bera það á sig. En við skulum bara setja smávegis núna. Ég ætla að spara það er svo ægilega fínt og örugglega dýrt. Ilmandi sæl lagðist hún til svefns og lokaði aftur hlýju augunum sínum. En þau opnuðust aldrei aftur. Síðar nóttina fékk hún aðra og umfangsmeiri heilablæðingu sem var ekki hægt að bregðast við. Tími okkar er ekki takmarkalaus og dvöl okkar hér á jörð miklu skemmri en við áttum okkur á. Bíðum ekki með að njóta lífsins, nota allt kremið og hlúa að tengslum við okkur sjálf og aðra. Hvert og eitt okkar getur snert við öðru fólki með brosi, augnsambandi, hlýlegum orðum, góðmennsku og kærleika. Og ég ætla að enda bara á þessu að segja við ykkur, þetta svona heilræði inn í aðventuna, elskaðu þig, elskaðu aðra og ekki hætta að elska þó að þú missir. Takk. Takk fyrir lesturinn og þessa þörfu áminningu, Aðbjörg. Næst á svið kemur Margrét Tryggvadóttir sem ætlar að segja okkur frá og lesa úr bók sinni Einar Anna og safnið sem var bannað börnum. Margrét. Já, komið sæl og takk fyrir að koma í kvöld. Mér finnst alltaf svolítið erfitt að lesa upp úr þessum myndabókum mínum af því að það eru svo myndríkar og mynd og texti spila saman og svona stíga okkur ákveðinn dans. En ég ætla svona aðeins að segja ykkur frá bókinni. Þetta er 4. bókin mín fyrir börn og barnalegt fólk íslenska myndlist og myndlistamenn. Fyrsta bókin heitir Skoðum myndlist og hún kom út 2006. Í útgáfu hófinu sem var á Kjarvalsstöðum að við gáum það bók út í samstarfi við Listasafn Reykjavíkur. Það heiti hana Silju Aðalsteinsdóttur og hún var nýbúin að skrifa bókum eða kafla í stóra bókum Kjarval og hún sagði, já það væri nú það svo margt þar, það getur nú verið sniðug hugmynd að gera bara barnabók Kjarval. Og mér fannst það fjarstæðukennd hugmynd þarna 2006 en 2019 kom svo bók út og ég skrifaði hana en ekki Silja.
og hún bara gekk alveg ótrúlega vel og var ofsalega vel tekið og þá fann ég hvað vantaði svona aðgengilegt efni íslenska myndlist fyrir börn en líka barnalegt fólk og eiginlega bara fyrir alla. Eftir það þá höfðu rosalega margir samband við mig og vildu svoleiðis bók aðra listamenn og meðal annars Listasafni Íslands og ég sá ekki að mér entist ævin í það starf að skrifa svoleiðis bók alla íslenska listamenn sem beðið var en ég skrifaði bók í samstarfi við Listasafni Íslands sem heitir Íslensk myndlist og fólki sem rauti brautina og kom út í fyrra. Og meðan hún semst 19 listamenn og verk þeirra á svona ævistarf. Og meðan ég var að skrifa hana, og hún var ekki komin út, þá hafði hún Alma Dís Kristinsdóttir sem safnstjóri í safni Listasafns Einars Jónssonar samband við mig og vildi svona Kjarvalsbók Einar. Og mér fannst, þá ég búin að skrifa Einar í hérna bókina og mér fannst þetta nú kannski ekki alveg, mér langaði ekki að skrifa svona lengra hann bara og ég hugsaði ef ég gerir þetta þar ég finna einhverja allt aðra nálgun á þetta verkefni. Og Alma Dís fór að segja mér af hverju hún vildi svona bók. Og það var vegna þess að saga þessa safns var svolítið erfið. Það hefði til dæmis verið bannað börnum. Og það hugsaði ég bara, Einar og ég var svo spennt fyrir Önnu að hún systirina Fransisku sem var kona Gunnars Gunnarssonar og ég hefur svo oft einhvern veginn komið upp í mínum störfum og lífi. Ég var mjög spennt fyrir henni líka. Þá var eiginlega titillinn kominn og svona rétti tónninn sleginn. Þannig að bókin heitir Einar, Anna og safnið sem bannað börnum og það var sannarlega bannað börnum. Og hérna aftan á, framan á kápunni sem hún Linda Ólafsdóttir gerði, þar sjáum við safnið eins og það núna og meira að segja mig að labba inn. En aftan á það eins og það var fyrir 100 árum og það var skilti sem stóð börn fá ekki aðgang. Og þá stóð safnið upp á Skólaverðarholtinu sem Einar sá fyrir sér háborg íslenska menningar en þegar hann dó 54 þá var ennþá braggahverfið þar. Þegar safnið opnaði fyrir 100 árum þá voru þarna ruslahaugar Reykvíkinga, fiskkjallar og hænsnakofar. Þannig að félagsskapurinn þarna upp á holtinu var svolítið annar en hann sá fyrir sér. Mér fannst alveg óskaplega gaman að skrifa þessa bók og sökkaði mér inn í þetta og ég sagði við hana Almu Dís ef við vinnum þetta saman, ef ég tek þetta af mér eða þá verði ég að fá bara að gera þetta mínu og ég fann það strax að það er svo margt ofsalega skrítið í þessari sögu og Einar var mjög sérstakur maður og Anna líka að ég þyrfti að fá að setja svolítið húmor í þetta og ég þyrfti hlýju og af því að mig langaði að hafa bæði ljósmyndir af þeim og ljósmyndir af verkunum og hvoru tveggja er eiginlega svart-hvítt því að flest verkin eru gifsi og ómáluð að þá vildi ég fá einhvern myndhöfund til að vinna þetta með mér. Og ég hef áður unnið með Lindu Ólafsdóttir, hún er stórkostlega myndhöfundur, algjörlega heimsmælikvarða. Við höfum unnið bækur saman sem heitir Íslandsbók barnanna og Reykjavík barnanna. Og ég hugsaði með mér, Linda er sko akkurat manneskjan til að nördast í þessu með mér. Því að hún sekkur sér ofan í hlutina og gerir það 150% minnstakosti. Og hún myndi nálgast þetta af virðingu sem er algjörlega nauðsynlegt. En hún myndi líka saldra svolítið húmor yfir verkið. Lindu er gjörsamlega fyrirmuna að teikna nokkra persónu án þess að maður skynja hún hafi baksögu. Hún getur teiknað eitthvað bara svona pínlítla persónu og maður veit einhvern veginn allt hana. Það er sem hún er svo mikill sögumaður í því sem hún er að gera. Það kom mér mjög margt ofan. Ég vissi alveg fullt Einar og ég vissi fullt listina sem ég vissi kannski ekkert mikið hans líf og hvernig, já bara líf og mjög lítið Önnu. En Anna er held ég alveg stórmerkileg. Hún er ein af rosalega mörgum dönskum konum sem komu hérna til landsins með íslenskum myndlistamönnum og eiginlega gerðu kannski ævistarf þeirra stórfenglegra og eiginlega bara, já, mögulegt í mörgum tilfellum. Hún var sem sagt hans hægri hönd í öllum hans störfum
og hjálpaði honum við hans vinnu, hélt til dæmis leirnum, blautum og og svo leiðis, og þetta mynd gerir hún Linda fyrir mig, hún teiknaði allt sem mig langaði að hafa í bókina og var ekki til mynd af. Og meðal annars þegar Einar grefur fornlistina því hann hafi skipt skoðun, listræna skoðun og vildi ekki að þetta listaverk eftir sig væri til, grófði út í garði. Anna var líka eftir að Einar dó, þá var hún safnstjóri þarna í 15 ár og hún var orðin 85 ára þegar hún lét af störfum. Og hún bjó safni, þetta er mjög skrítið safn, þetta er eiginlega safn safn. Þetta er í fyrsta lagi listasafn, svo er þetta minjasafn og almenningsgarður. Og hún eiginlega gekk frá safninu og sérstaklega þetta íbúðinni þeirra uppi eins og hún var þegar þau hætti að búa þar. Því að það er nefnilega 52 tröppur upp og Einar vildi ekki hafa neina vatnslagnir yfir verkunum því að hann sá fyrir sér að einhvern tímann á þessum 100 árum það myndi það springa. Það var örugglega rétt hjá honum. Þannig að hann ákvað að hafa bara vatn í kjallaranum en þau byggu uppi og það voru 52 tröppur. Þannig ef þið þurftu að fara klóstið eða eitthvað þá voru 52 tröppur niður og svo aftur 52 upp. Það er margt svona rosalega fyndið í þeirra sögu. Eitt af því er gjafabréf eða erfðaskrá hans til Íslenska ríkisins því að hann arfleiddi okkur öll af sínu verkum eftir sinn dag og ég veit ekki hvort við eigum íslenskt orðið yfir svona micromanagement, hvað köllum við það? Hann var mjög smámunasamur og vildi stjórnsamur og eitt af því sem hann setti þarna í þessa erfðaskrá og mér finnst alveg stórkostlega fyndið og Linda gerir alveg æðislega mynd af, er að það mátti alls ekki þurrka verkunum mjög oft. 10 ár væri hæfilegur tími. Konar áttu helst ekkert að koma því verki, þær voru svo, bara gerðu það allt og vel. Best væri að festa fjaðurbursta framan á ryksugu og fara svona létt yfir verkin þannig. Og þannig að 10 ára fresti þá þurrkið af. Takk fyrir mig. Kæra þakki fyrir þetta, Margrét. Næstur upp er Bubbi með ljóðabók sína Föðurráð. Bubbi, gjörðu svo vel. Komið sæl, öll sömun. Heyrðu, ég ætla að lesa úr ljóðabók sem heitir Föðurráð. Ég er orðinn gamall úlfur og bý með ekkert nema konum og tík og upplifir mig stundum jaðarsettan og stundum algjörlega bara út úr kú. En ég ætla að byrja á ljóði sem heitir Ein af fjórum. Ein af hverjum 4 verður fyrir kynferðisofbeldi. Hönd undir borði, ættingi nótt, það er reiði í vindinum, í regninu, í augunum, föst milli glerja, kemst ekki út. Suð í eyrum, suð í fréttum, suð, suð, suð. Hvert brot er framið tvisvarsinnum, fyrst á vettfangi og síðan í minningunum. Ég á 4 dætur. Og stundum erum við að spjalla við matarborðið. 1956 fæddist ég, öld með forneskjuklæði á herðum sér. Konur voru læstar inn í heimi brauðtertunnar. Glærar líkt og regndropar á innanverðum gluggum runnu þær hægt, svo hægt. Eins þær féllu ofan í kistuna, tikk,
En ekki fyrr en 5 börn, óteljandi þvottadagar og ferðir upp og niður Jakobsstigann, með bala í fanginu, höfðu komið þeim að gullna hliðinu. Bakstur og rauðglóandi ofnar höfðu vart undan, hrímgrár reykur frá filterslausum kamel, líkgráar ísur, vængstífðir englar og marglaga vonbrigði. Mæður okkar voru ósýnilegar nema á miðilsfundum, þar sem skilaboð þeirra bárust til feðranna. Maturinn verður á slaginu 7, búinn að strauja lýgina, hvíta og slétta. Á banastundinni birtust raðir af brauðtertum, marinskökum, jólakökum, lagtertum. Já, allar sortir himnaríkis birtust fyrir sjónum þeirra og allir prestar landsins sögðu þær vera fyrirmynda húsmæður sem hefðu helgað líf sitt manninum og börnunum og verið allt sitt líf heima. Dætur mínar trúa mér ekki. Síðan ætla ég að lesa slaufun en ekki slaufur. Við þurfum ekkert. Við þurfum ekki gapastokk, við þurfum engar glóandi tangir, við þurfum enga gálga, við þurfum enga heilaga menn, við erum öll tandurhrein. Við þurfum enga dómstóla, við þurfum engan kærleika, við þurfum aldrei að fyrirgefa, við erum öll tandurhrein. Við þurfum enga rimla, við erum öll fangelsið. Við þurfum ekkert ljós, við erum öll myrkrið, við erum öll tandurhrein. Við þurfum ekkert öskur, við erum öll öskrið. Við þurfum ekkert réttlæti, við erum öll réttlætið, við erum öll tandurhrein. Við þurfum ekkert hjarta, við þurfum enga sál, við þurfum aldrei að gráta, við þurfum enga sorg, við erum öll tandurhrein. Við þurfum ekkert hatur, við erum öll hatrið. Við þurfum enga böðla, við erum öll böðullinn. Við þurfum ekkert bál, við erum öll bálið. Við þurfum enga gröf, við erum öll gröfin, við erum tandurhrein. Og hérna ætla ég að lesa, ég ætla hérna að slaufa fram á það, ég ætla að slaufa þessu. Ég ætla að fara hérna í, lesa fyrir ykkur vinkonur. Vinkonur eru perlur úr hafi æskunnar. Þær mæta kvikar, en fara hljóðlega húsið líkt og hefðakettir. Ég sé mig með þeirra augum, hvað get ég sagt? Hjarta lýgur aldrei. Stelpa, náta, stúlka. Í bóki skrifað þessi orð þýða ung, ógift kona. Gat verið. Dætur mínar markiði ykkar spor. Hjarta mun leið ykkur áfram. Höfuð ykkar sannarlega þungt, veldur höfuðverk, en það góður geymslustaður, þó sjaldan sé það með ykkur í liði. Í líkamanum forna visku að finna, hún lætur vita ef eitthvað amar að, segir ávallt sannleikan. Ógiftu ungu konur, með segl æskunnar þaninn, bragðið á hlaðborðinu. Látið ekki glepjast af filterum símans. Trúið ekki á sjónhverfingar áhrifavaldana. Þær sjá nakinn sannleikan í speglinum einar með sjálfum sér. Þið báðuð ekki að fæðast, en hér eru þið samt, elskaðar með vorið í æðum ykkar.
Ég gæti sagt ykkur frá mönnum með rándíshvíta tennur, með algleymi í vasanum sem fara á sólamjúkum skóm stað úr stað. Ég gæti líka sagt frá ástinni sem hangir í klösum neðst í hjartanu og bíður eftir að vera týnd. Nei, ég ætla að fagna. Fagna lífinu ykkar, glaður en kvíðinn, trúa og treysta, bíða frétta af ferð, af sigrum ykkar. Ég veit þið eru tilbúnar, klukkan tifar, þegar tunglið kyssir sólina, þagna dýr merkunnar og skugginn fellur á allt. Alheimurinn er forritaður í blóð ykkar, þar er að finna upphaf lífsins og þegar tvö hjörtu finnast, þagnar allt. Og þá ætla ég að lesa að lokum ljóð sem heitir Blæðingar. Og ég bý einn með konum og einhvern tímann stakk hún upp á því við konuna mína og spurði hvort að svo yngsta væri byrjuð á blæðingum og hvort það ætti kannski eitthvað að spjalla. Og þá horfði hún á mig svona hvasst og sagði, þú kemur ekki nálægt þessu. Þú gerir ekki dætur þínum þetta. Og ég bara, já, ok. En ég orti í stafinn Blæðingar. Þetta dularfulla ljóð lífsins sem stjórnar gangverkinu, rauða fljótið sem rennur einu sinni í mánuði. Krafturinn sem setur það af stað er undrið sjálft. Ég er faðir, ég er sá sem dyranum er lokað á. Hér á ég engin ráð að gefa. Ég hef séð dætur mínar taka hamskiptum, séð leyndardóminn í augum þeirra birtast, glóandi í húðina koma í ljós. Á vissum degi tíðahringsins verður egglos, hlekkir leyndardómsins læsa þær inni, uns þær dag einn í fjarlægri framtíð verða aftur frjálsar. Máninn klukka flóðs og fjöru með alla stillingar á hreinu. Einu sinni í mánuði sé ég hversu tengdar þær eru hverri annarri allan hnöttinn. Takk fyrir mig. Kæra þakki fyrir þetta, Bubbi. Næstar á svið eru þær Kristín Svava Tómasdóttir og Guðrún Elsa Bragadóttir og þær ætla að lesa upp úr bók sinni Duna saga kvikmyndagerðarkonu. Velkomnar á svið. Já, góða kvöldið, takk fyrir. Ég heiti Kristín Svava, þetta er Guðrún Elsa og þriðja manneskjan sem kom að gerð þessara bókar er hún Duna, Guðný Halldórsdóttir, kvikmyndagerðarkona, en þessi bók fjallar hennar líf og feril. Þetta er svona kvikmyndasaga og persónusaga og það er mikill heiður að koma hérna á eftir Bubba Mortens. Við vorum að horfa á fyrstu myndina sem Duna skrifaði handritið að daginn við Guðrún Elsa með fleira fólki í Bíó Paradís, Skilaboð til Söndru, þar sem að Bubbi fer ógleymanlega með eitt af hlutverkunum og ég ætla bara að misnota aðstöðu mína, fyrstu verið mína, að segja að hann söng líka æðislegt lag þeirrar kvikmyndar Maður hefur nú eftir Gunnar Reynir Sveinsson og okkur langar ótrúlega mikið að fá það á Spotify. Þannig að ég bara kasti þessu þarna út. Þegar við vorum að halda útgáfuboðum daginn þá sagði ég ef einhver í salnum hefur tengsl við Bubba Mortens en það segja honum þetta. Þannig að núna bara kem ég þessu framfæri. Og við ætlum að lesa hvor sitt brotið úr bókinni og Guðrún Elsa ætlar að byrja.
Já, ég ætla að lesa úr kafla gerð kvikmyndarinnar The Gold Diggers eftir Sally Potter sem kom út árið 1983 og eftir þennan breska leikstjóra og þetta var femínísk framleiðsla og konur voru í öllum aðalhlutverkum við gerð myndarinnar og þetta mjög svona pólitísk, djúp svona listamynd stöðu kvenna í kapitalísku feðraveldis samfélagi og þannig að hún ekkert sérstaklega lík verkum Dunu en hún hins vegar vann við myndina sem var tekin að hluta til á Íslandi og á og við Langjökul og já, Duna var meðal þeirra kvenna sem að störfuðu við myndina hér. Það gekk á ýmsu á meðan á myndinni, tökum myndarinnar stóð sem að þið þurfið að lesa í bókinni, en ég ætla aðeins að tala viðtökurnar. Eftir að ýmsir tæknilegir örðuleikar höfðu tafið vinnuna við myndina var The Gold Diggers loks frumsýnd í London árið 1983. Duna var viðstödd. Hún segir, ég man að ég var á klósettinu á frumsýningunni. Ég skildi ekkert í myndinni og þar kemur mamma Sally Potter og hún segir við vinkuna sína, þær voru að túbera sig þarna, I've never seen such a piece of art in my life. Gagnrýnendur voru ekki jafn jákvæðir í garð myndarinnar og móðir leikstjórans. Viðtökur The Gold Diggers voru blendnar og kvikmyndagagnrýnandi Morgunblaðsins botnaði greinilega ekki mikið í henni þegar hún var sýnd á kvikmyndahátíð Listahátíðar vorið 1985. Full hún af getgátum, táknum og spurningum, en svörin eru það þokukennd og óglögg að hún virkar í heild sinni eins og ferðalag án tilgangs. Mörgum þótti myndin tilgerðarleg og táknmálið þunglamalegt og sumir upplifðu hana sem karlfjandsamlega. Enda má segja að karlkyns persónur hennar séu hálfgerðar skopstælingar. Þegar Sally Potter sjálf leit tilbaka síðar taldi hún að metnaður hennar og samstarfskvenna hennar hefði verið ívið mikill. Þær hefðu viljað kanna jafnt hið persónulega og hið stráng pólitíska, taka engu sem gefnu en snúa veröldinni og kvikmyndalistinni á haus. Ölvaðar af hinum takmarkalausu möguleikum myndar, hljóðs og orðs. Sem kvikmynd einkennist The Gold Diggers af háflegri listrænni tilraunamennsku en í frásögnum Dunu fáum við innsýn í praktíska veraldarvafstrið að baki. Það var í seinni tökunum haustið 1981 sem hún kynntist Ragnhildi Gísladóttur sem átti eftir að verða vinkona hennar og samstarfskona til margra áratuga. Ragnhildur var alin upp á Kjalarnesi og Duna kannaðist við hana, en þarna varð okkar vinskapur alvarlegur í þessum djöfulsins barningi. Þetta leyti var Ragnhildur nýbúin að stofna hina goðsagnakenndu kvennarhljómsveit Grýlurnar, en í vinnunni við The Gold Diggers var hún ein af bílstjórunum. Hún hefur alltaf verið trukkatýpa, segir hún okkur. Í æsku var hún heilluð af Scania vörubílum og átti sér þann draum heitastan að keyra slíkan bíl. Henni fannst gaman að reyna sig við erfiðar vetrar aðstæður í The Gold Diggers. Það vantaði því ekkert upp á skörungsskapinn í íslensku konunum sem Sally Potter fékk til liðs við sig. En þeim fannst erlendu samstarfskonurnar hins vegar hálf bjargarlausar í þeim aðstæðum sem þær höfðu komið sér í. Sally Potter átti þó farsalan feril fyrir höndum sem kvikmyndaleikstjóri og gerði til dæmis þekkta aðlögun á skáldsögu Virginia Woolf, Orlando, árið 1992. Duna var og enn gagnrýnin á þá hugmynd að gera mynd með konum eingöngu. Hún segir, þetta rosalega flott að segja, all women crew, en það eins og að segja, það bannað fyrir karla að vera á skurðgröfum. Sumt karlmannsverk. Þeir sterkari en við, þeir stærri, margir hverjir og það ekkert hægt að hugsa svona. Þær voru búnar á því, þessar stúlkur frá Róm og París og hvaðan sem þær komu. Í lokaritgerðinni minni í kvikmyndaskólanum skrifaði ég myndir nokkura kvenleikstjóra
og endaði ritgerðina gegn hugmyndinni All Women Crew. Það leið þó ekki langur tími frá því að Duna útskrifaðist úr kvikmyndaskólanum í London og þar til hún tók sjálf þátt í að stofna kvikmyndafyrirtæki þar sem konur voru einmitt í öllum aðalhlutverkum. Já, þá stuttu síðar þá lýkur Duna námi í London og stofnar með vinkonum sínum og þáverandi kærasta kvikmyndafélagið Umba sem stórmerkilegt fyrirtæki því að þær stofnuðu það og því var miklu leyti stýrt af konum sem skrifuðu og leikstýrðu og framleiddu og það var stofnað aðeins ári eftir að fyrsta konan leikstýrði kvikmynd í fullri lengd á Íslandi. Það var stofnað 83 og Róska leikstýrði Sóleyju 82. Þannig að þetta stórmerkilegt kvikmyndafélag sem síðan gerði fyrrnefnda Skilaboð til Söndru, Stellu í orlofi, Kristný Hallmundur Jökli og síðan ætlum við að bera næst niður árið 1992 þegar kvikmyndafélagið Umbi að gera karlakórinn Heklu, þá frábæru mynd, sem fyrsta myndin sem Duna bæði leikstýrir og skrifar. Og hún fjallar eins og margir vita samnefndan karlakór Heklu sem starfar í Hveragerði og fer eftir andlát söngstjórans Max sem leikinn af Garðari Cortés þá fara þeir í söngferðalag til Svíþjóðar og Þýskalands þannig að hún tekin þar og já, ég hef hér lesturinn þar sem að tökur eru hafnar í Svíþjóð. Fyrst voru tekin atriði með fáum leikurum en síðan kom kórinn allur til Svíþjóðar. Ég var búin að kvíða svolítið fyrir því, segir Duna. Ég hafði valið í kórinn menn sem fóru vel með áfengi eða voru ekki drykkjusjúklingar eða fyllibittur. Þeir lentu í Danmörku og tóku rútu þangað sem við vorum á Skáni. Ég kveið fyrir því hvernig ástandið væri og ástandið var svakalegt. Þeir ultu hreinlega út úr rútunni, svo fullir og agalegir ég hef aldrei séð hóp manna svona fulla. Þeir voru búnir að vera að keyra í marga klukkutíma, höfðu stoppað einhvers staðar á hraðbraut og hlaupið yfir hraðbrautina til þess að míga og bílstjórinn réð ekkert við þá. Penn svíi sem var alveg að fara að grenja. Ég hugsaði, ég get ekki gert þetta, svona verða þeir allan tíman. Því sumt fólk fer til útlanda þá bara fullt. Það gerist einhvers staðar í tröppunum á leiðinu upp í flugstöðinni og það fullt allan tíman þótt það sé aldrei fullt heima hjá sér. Svo kemur það tilbaka aftur og alveg ókei. En þeir voru eins og ljós eftir þetta. Þeir voru dásamlegir og yndislegir og gaman með þeim þannig að þetta varð ekkert vandamál. Við vorum búin að æfa og taka hér heima og það myndaðist hópstemming hjá þeim. Smiðirnir Jón Óskar og Einar Unnsteinsson voru dregnir úr leikmyndavinnunni og settir í kórinn, voru dregnir í kjólföt og sungu og svo fóru þeir að smíða. Smiðirnir nenntu ekki alltaf að læra textana utan að og höfðu þá textaspjald á bakinu á næsta manni fyrir framan. Það átti reyndar líka við Rúrik Haraldsson sem var í nokkuð stóru hlutverki sem Jónas, stjórnarformaður kórsins, en sagðist vera orðinn of gamall til að nenna að læra þessa texta. Duna segir, ef maður horfir á Rúrik í kórnum hann eins og fiskur og opnar bara og loka munninum. Einu sinni tókum við í rútunni og þá voru höfð stór spjöld svo að Rúrik sæi textan og liti út eins og hann var að syngja. Örn Árnason lá á sætinu fyrir framan hann með textaspjöldin og fletti, þannig að það var ýmislegt svindl notað. Síðan hélt allur hópurinn til Þýskalands. Þar var meðal annars tekið í þorpinu Stadt Blankenberg sem fæðingabær bræðranna Max og Moritz í myndinni. Og það sem sagt Max sem Garðar Cortés leikur á tvíburabróður sem heitir að sjálfsögðu Moritz. Blankenberg eins og köflóttur jakki, segir Duna. Það eru þessi bindingshús Fachwerkhauser. Mér langaði til þess að sýna Ísland dálítið ljótt og hráslagalegt en Þýskaland eins og konfektkassa af bestu gerð og allt svo fallegt. Árni Páll Jóhannsson sem sá leikmyndina var sérstaklega skemmtilegur og fyndinn maður. Hann skildi handritið í botn og hætti ekki fyrir hann var búinn að finna köflóttasta bæ Þýskalands. Við tókum skot með Röggu og Garðari við lítið vatn, fallegt vatn og dásamlegt á fuglar og svo kvöldið vorum við öll útstungin af mýi og gekk svo langt að sumir fengu blóðeitrun. Við lentum í ofboðslegri hitabylgju. Ég man að Magnúsi Ólafssyni var svo heitt að þegar við vorum að taka í óperunni í Aachen þurftum við að setja hann inn í kæliflefa.
Það var svo heitt og það fór illa í þessa fullorðnu menn. En þeim fannst svo gaman. Sumir þeirra voru að fara í burt frá konunum sínum í fyrsta sinn á eigin vegum. Pabbi hennar Diddúar, Hjálmtýr, var með í kórnum og hann hafði aldrei farið neitt frá henni Margréti sinni. Þau höfðu alltaf farið allt saman. Hann gerðist herbyggisfélagi Guðjóns Einarssonar sem var vinur mömmu og hafði heldur aldrei farið neitt án hennar Stínu sinnar. Sem betur fer var Guðjón kokkur og bjó alltaf til mat heima hjá sér. Hann þvoði alltaf Hjálmtýr nærbuxurnar og sokkana og bara sá hann. Þeim fannst svo gaman að þeir gleymdu að þeir ættu konur á Íslandi. Mamma hennar Diddúar sagði við hana, ég hef bara ekkert heyrt í honum pabba þínu. Það verður að segjast eins og segir Duna, að þetta var ógurlega gaman. Þetta var dálítið áhyggjulaust fyrir okkur að því að við vorum í Svíþjóð með sænska sampródúsenta sem stjórnuðu og svo þegar við komum til Þýskalands þá vissi það fólk alveg hvað það var að gera, þannig að það var allt saman mjög vel undirbúið. Eðli málsins samkvæmt var tónlistin alltumlykjandi. Við vorum alltaf að æfa lögin og syngja, segir hún. Þegar við vorum búin að éta á kvöldin þá var byrjað að syngja. Ragga og Egill stjórnuðu því. Það var sungið og sungið og sungið og sungið og sungið út í eitt. Við vorum alltaf syngjandi og einu sinni voru okkur svo mál að syngja að við eyðilögum brúðkaup hjá einhverju fólki. Brúðkaupi var haldið á hóteli þar sem við tókum pissustopp og við vissum ekki fyrr til en við vorum öll komin upp á svið að syngja. Brúðhjónin voru afar óánægð með þetta byggja. Í Þýskalandi var fólk ekki hrifið af öllum lögunum sem kórinn söng. Duna segir, þýska leikkonan í myndinni sagði við mig, já þið syngið svona herskáu söngva ennþá. Þeim fannst þetta dálítið skrítið mörgum þeirra. Að syngja lög í Þýskalandi eins og við vorum að syngja hraustir menn og svoleiðis ekki alveg í lagi af því að það minnir það á Hitlers tíman. Þetta eiginlega bannað svona kallakóra gjálfur. Gullslegin styttan af söngstjóranum Max var flutt á milli staða á kerru aftan í rútunni. En eins og allir sem hafa séð kallakóran Heklu þá fara þau og setja upp svona styttu af Garðari Korte sem lítur út alveg eins og Stalín. Duna segir, af rúmum 70 manna hópi var Garðar Korte svo eini sem kunni að snúa við rútum í kerru aftan í. Þeir voru hissa Þjóðverjarnir að við bæðum einn aðaleikarann að setjast í bílstjórasæti milli taka og snúa við fyrir okkur. Þar lýkur þeim kafla. Takk fyrir okkur. Kæra þakki fyrir þennan skemmtilega lestur, Kristín Svava og Guðrún Elsa. Og nú tökum við okkur smá pásu með gleði í hjarta og fáum okkur veitingar og mögulega spjöllum við höfunda. Það má alveg gera það, þeir býta ekki. Og við komum aftur á vörmuspori.
Jæja, erum við ekki að verða tilbúin í næsta skammt? Eigum við að hingra með að þið komið ykkur fyrir? Þá held ég að okkur sé óhætt að fara af stað aftur. Næsti höfundur hann Ævar Þór Benediktsson. Hann ætlar að lesa upp úr bók sinni Skólaslit 3, Öskurdagur. Vertu velkomin. Góða kvöldi, takk fyrir að koma. Ég skrifaði bókina sem svo góð að einhver fekk sér bita. Og þið getið kíkt hérna, þetta eru tennurnar á teiknaranum, honum Ara, hann með smá frekjuskarð, það sést mér á bitinu. Þetta þriðja og síðasta bókin í bókaflokki sem heitir Skólaslit og birtast alltaf árið áður en bókin kemur út, þá birtast kaflarnir, einn kafli á dag á netinu, þannig að krakkar gátu hlustað og lesið sem svona hrekkjavöku-dagatal. Og ég ætla að gera akkurat öfugt við það sem Gunnar gerði áðan, ég ætla að lesa svolítið ógeð. Einhverjir eiga hugsanlega eftir að hugsa, þetta fyrir börn? Aðrir eiga eftir að hugsa, hvað að Ævari? En ég vona að einhverjir hugsa, ég ætla að lauma þessari í jólapakka, því ég get lofað ykkur því að ef þessi verður ekki jólapakka, þá verður kíkt á bókasafnið, því að krakkar elska hrylling. Og bókin hóp af krökkum, það uppvakningafaraldur eins og gengur að gerist. Þau eru búin að leita skjóls á yfirgefnum sveitabæ og þeim bjargað á hóp af fullorðnu fólki sem kalla sig foreldrafélagið. Það kemur fljótlega í ljós, við vitum það öll að það eitthvað að fólki sem vill vera í foreldrafélagi, þannig að það eitthvað skuggalegt við þetta lið. Og þau heita öll, af því þau þrá svo gamla tíman áður en uppvakningarnir komu, þau heita öll það sem þau voru. Það þjálfarinn, það kennarinn, það rafvirkinn, það veit enginn hvað þau heiti í alvörunni. Krakkarnir okkar sem við erum að fylgja, hetjurnar okkar, þau komast að því að kjallarinn, og þetta gerist í gamla grunnskólanum þeirra, kjallarinn stútfullur af börnum sem öll eru uppvakningar sem að fullorðna fólkið hefur einhvern veginn stolið og lokkað til sín. Og þau til að ná að gera ákveðin hlut ætla að hleypa þessum uppvakningum út og vera svaka læti og þá geta þau gert það sem þau þurfa að gera á meðan. Og það strákur sem heitir Ragnar sem settur í þetta góða jobb að fara þarna niður í kjallara og opna. Og á meðan fullorðna fólkið að funda í íþróttasal skólans. Og þetta endirinn á þessum kafla. Og hann að feta sig svona í gegnum kjallarann. Lyktin verður sífellt verri og Ragnar veit að hann á réttri leið. Að lokum gengur hann fyrir horn og sér dyrnar. Hurðin úr þykkum málmi og á henni hangir skilti. Holan. Lyktin hérna hræðileg. Ragnar dregur fram lyklakippuna sem rafvirkinn hafði gefið honum og prófar fyrsta lykilinn. Stingur honum á bólakaf í skrána, hann virkar ekki. Ragnar velur annan lykil, svo þann þriðja og það ekki fyrr en hann prófar þann fjórða sem hann heitir í mark. Ragnar snýr, lásinn opnast með háum smelli og fyrir innan heyrir Ragnar lágt vein. Hann veit að leið og hann opnar dyrnar hefur hann aðeins örfáar sekúndur. Hann opnar. Herbergið stútfullt af uppvakningum. Alveg við dyrnar stendur hávaxinn strákur. Augun sjálflýsandi, munnurinn opinn, hann með stórt sár á öðrum handleggnum. Ragnar þekkir hann leið. Elsku Halldór, hvíslar Ragnar og langar mest að stökkva á vin sinn og knúsa hann. Halldór lítur á Ragnar og í eitt andartak eins og það sé ekkert að honum. Eins og þetta sé bara gamli góði Halldór. Svo orgar uppvakningurinn og hleypur af stað. Ragnar snýst á hæli. Ó nei, hann hleypur, uppvakningurinn eltir, hinir uppvakningarnir fylgja á eftir. Ragnar hleypur, eins hratt og hann getur, eftir ganginum, upp stigann og svo hendir hann sér á dyrnar að íþróttasalnum. Það opnast upp á gátt. Salurinn nú pakkaður af fólki.
Hér eru enn fleiri en bara rétt áðan. Einhver upp á svið að tala en þagnar leið og Ragnar hrindir upp hurðinni með látum. Allir stara á hann. Ragnar snar stoppar, jafnvel þótt hann viti vel að hann eigi alls ekki að gera það. Þarna krakki, grenjar kvenmannsrödd skyndilega. Ragnar lítur til hliðar. Ein af grænklæddu konunum á fótboltavellinum, skelfileg kona, hún stendur rétt hjá og bendir á hann. Ragnar bíður ekki eftir því að hún segi eitthvað meira. Hann hleypur á stað. Grænklædda konan veinar ægilega og ætlar að hlaupa á eftir honum, en áður en hún nær að leggja af stað, heyra skyndilega hræðileg hljóð hinum megin við hálflokaðar hliðardyrnar. Grænklædda konan lítur forviða í átt að óhljóðunum. Sekúndu seinna rifna þær af hjörunum og flóð af uppvakningabörnum treður sér inn gættina. Þau stökkva á grænklæddu konuna og áður en hún nær að hrópa á hjálp hefur eitt þeirra bitið af henni annað eyrað. Kósí jólabók og aðvendun eins og þið heyrið. Fleiri börn bætast í hópinn og áður en Ragnar veit af ekkert eftir af grænklæddu konunni. Allir í íþróttasalnum gjörsamlega trillast, þau hlaupa og hrinda. Hjálp, veinar miðaldra kona, kölluð bankastjórinn. Rétt áður en 3 fyrstubekkingar taka undir sig stökk, lenda á bakinu á henni og rífa hana í sig. Stoppið þau, öskrar hávaxinn maður, kallaður stjórnmálamadurinn. Leið og hann grípur í lágvaxna konu sem kölluð skúringakonan og hendir henni í vegg fyrir 4 fimmtubekkinga, svo hann nái sjálfur að sleppa. Krakkarnir tæta hana í sig á augabragði. Stjórnmálamadurinn kemst samt ekki langt. Það eru ár og öld síðan hann hljóp eitthvað að ráði og skyndilega finnur hann furðulegan verk í brjóstinu sem svona dansar út í annan handlegginn. Stjórnmálamadurinn fær hjartaáfall og fellur fram fyrir sig. Reynir að reisa sig við, reynir að skipa fólkinu í kringum sig að hjálpa sér, en enginn heyrir í honum fyrir öskrum og smjatti. Á endanum eru það ekki uppfatningarnir sem ganga frá stjórnmálamanninum, heldur hitt fullorðna fólkið sem hleypur yfir hann. Í gamla daga hafði stjórnmálamadurinn verið vanur að vaða yfir fólk. Nú hefur það snúist við. Ragnar hleypur, eins hratt og hann getur. Það eru uppvakningar allstaðar. Takk. Takk fyrir þennan hressandi lestur, Ævar Þór. Ég vona allir sofi vel í nótt eftir þetta. Næst verður lesið upp úr bók Steinunnar Sigurðardóttur Skáldsaga. Steinunn ekki hér á landi, þannig að Svanhildur Óskarsdóttir hefur tekið að sér að lesa fyrir hana. Velkomin. Já, komin sæl, það heiður fyrir mig að fá að vera hérna sendiboði Steinunnar. Bókin heitir Skáldsaga og undirtitillinn 74 kaflar úr höfundarlífinu. Og eins og segir hérna á baksíðunni eða bakkápunni þá Steinunn hér á nýjum slóðum og segir frá sjálfri sér, viðhorfum sínum, aðferðum og aðstöðu við skriftir. Hún sýnir inn í vinnuherbergin og hugarfylsnin, flakkar landið og heiminn og dregur upp myndir af harðri glímu sinni við form og stíl, persónur og sögusvið, ytri aðstæður og innri hindranir. Ég ætla að lesa 2 stuttakafla úr bókinni og sá fyrri heitir Leiðinlegar söguhetjur. Einn stærsti leyndardómur mannlífsins fyrir mér leiðinlegt fólk sem ég hef næstum aldrei hitt. Mér finnst allir eins og áhugaverðir og séu þeir ekki sérlega skemmtilegir tekið ekki eftir því, nema í 2 undantekningartilfellum eða svo. Hér var að ræða gott fólk, vel menntað, vel meinandi, en á einhvern óútskýranlegan hátt hundleiðinlegt. Ekki gæti ég þó fyrir mitt litla líf greint hvað var á ferðinni, hvernig stóð á þessum leiðindum, hvernig þau lýstu sér. Það eina sem ég gæti lýst væru áhrifin á mig. Það sótti á mig geispi, ég vildi burt. Mér leið eins og ég var í sjálfheldu og mér hundleiddist. Hefði ekki getað sagt hvers vegna. En eftir á var ég heilluð. Vá, þvílík unaðs hundleiðindi. Hvernig þetta hægt? Fólk með heilsteyptar hárgreiðslur, smekklega klætt, býður á sér góðan þokka og býður líka af sér gegn heilan leiðindaþokka.
Nú varð það minn stóri draumur að skrifa skáldsögu þar sem söguhetjan væri leiðinleg manneskja. Ekki vond og vitlaus, bara leiðinleg. Ég gældi vel og lengi við þessa hugmynd og hef sjaldan orðið fyrir jafnmikilli freistingu að leggja upp í leiðangurinn, óvissu ferðina sem hann alltaf. En ég gat ekki leyst þá skáldsögugátu hvernig fjalla skyldi leiðinlega persónu án þess að bókin sjálf yrði leiðinleg. Það ekki mín skoðun að allar skáldsögur eigi að vera bullandi skemmtilegar. Skáldsagan skreppur undan skilgreiningu. Sérstaklega skreppur hún undan boðum og bönnum. Skáldsagan á að vera, nei takk. Skáldsagan á ekki að vera neitt. Hún hún sjálf, utan við lögmálin á að vera og vera ekki. Það sem sagt, ég endurtek, ekki mín skoðun að skáldsaga eigi endilega að vera skemmtileg eða bullandi skemmtileg. En það samt mín einlæg skoðun að hún ætti ekki að vera leiðinleg. Ekki á þann hátt að lesandinn missi áhugan. Það þó lykilatriði að halda lesandanum við efnið, andskotin hafi það. Og ég sá fram á að skáldsagan mín með titlinum Leiðindaskjóðan, eða þannig, yrði mislukkuð. Nógu hræddur nú höfundurinn alltaf það að á endanum verði ekki hægt að berja verkið saman að fá það til að ganga upp. En að leggja út í óvissuferðina með þann fyrirfram rótsterka grun að sagan sé dæmd til að misheppnast? Nei. En eftir allar skáldsögur sem ég hef skrifað og öll þau efni, allar þær persónur, þá fæ ég enn sting í höfundarhjartað þegar ég hugsa leiðinda elskurnar mínar sem aldrei munu líta dagsljós pappírsins. Ég hef jarðað þær í anda með tárum og trega. En til eru þeir snillingar sem hafa komist upp með að skapa hrútleiðinlegar aðalpersónur. Mér dettur í hug Don Quixote. Ég held að hann sé eintóna og ekki skemmtilegur. Guðbergur þýðandi hefur sagt að sagnabálkurinn Don Quixote sé þrautleiðinlegur. Þar væri ég þó ekki sammála. Hinn stórfelldu ólíkindi í riddaranum Hugum stóra og Kringumann koma í veg fyrir það. Og seinni kaflinn heitir Sálarstríð 1. Að skrifa sálarstríð. Skáldið slæst við hugrenningar sínar, minningar, gamlan og nýjan sársauka. Og það sálarstríð að kjónka við texta í hvaða mynd sem sama hvaða vefnaðaraðferð notuð. Skáldsagna-höfundurinn slæst við sögupersónur, sama hvort honum þær fyrirfram eitthvað kunnuglegar eða hreinn hugarburður, eins og þær eru oftast hjá mér. Sama hvað, ég tek örlög fólksins míns inn á mig sem lifandi væri og þær eru líka lifendur, persónurnar mínar. Jafnvel á góðum degi það aðalega þungt fyrir fæti að skrifa skáldsögu. Hversu þungt þá þegar höfundurinn ekki vel upplagður? Ég hef þurft að skrifa umtalsverðan hluta af verkunum mínum í öllum mögulegum sortum af mótbyr. Áhyggjur, sorgir, heilsuvandræði, óyndi, blankheit, annríki og umsýsla á öðrum vígstöðvum en ritvellinum. Segi það ekki, stundum hafa yfrið heimskulegir þvaðurdómar með persónulegum háskglósum í bland verkin mín valdið truflun við skrifborðið. Kannski viðtökusaga bókanna mín á Íslandi sé þá rannsóknarefni eftir allt. Ég hef skrifað það sem ég hef skrifað þrátt fyrir ytri og innri vandkvæði. Ekkert af þeim kvæðum hefur orðið mér uppbyggilegt eða notadrjúgt til skáldskapar, fyrir utan kannski mín eigin kroppslegu veikindi sem opnuðu mér sýn inn í þann heim og gerðu mér þannig einfaldara fyrir að skrifa sögu eða tvær úr heiminum þeim. Að skrifa í sjálfu sér stríð. Þegar skrifað við mótdrægar aðstæður þá þarf enn að herða sig. Hvernig sem maður fer svo eiginlega að því. Eftir á að hyggja skil ég ekki hvernig ég ferð að þessu út eftir öllum árunum. Og ég ekki viss að ég myndi skilja það betur þótt lífið utan skrifa hefði verið mér ögn léttara.
En þegar maður skrifar ekki verið að hugsa hvort aðstæður séu vondar eða góðar. Þetta einfaldlega verknaður þar fyrir utan, meðan á stendur. En þar sem nú sálarstríðið meira og minna viðvarandi þegar verk samið með tilheyrandi hjartaþyngslum og heila verk, hver eru þá verðlaunin? Sæla skáldsins, þegar rétta orðið loksins kemur, þegar óviðráðanlegar setningar falla í fína stafi, þegar setningar sem stönguðust á eins og ólukkans hrútar fara loksins að láta að stjórn skáldviljans og fallast í faðma eins og manneskjur sem elskast vel. Þegar ljóðið loksins telst rétt skapað, 10 árum síðar, í 50. umferð. Nú hef ég ekki frekar en aðrir verið önnur en ég þannig að ég kann lítil skil á annarra manna sælu. En ég myndi aldrei vilja skipta á sælu annarra fyrir hreinu skáldsæluna mína. Svo höfug hún, sæt og vímukend, að ég get ekki ímyndað mér það eitur sem geti startað þvílíku hugarástandi. Í stundum talið þessi sæla yfirleitt skammvinn, en hún meira en skammgóð og engin orð ná yfir dýpt hennar. Takk fyrir. Kæra þakkir, Svanhildur. Þá komið að ljóðabókinni Ég það sem ég sef eftir Svikaskáld. Það einn fulltrúi þeirra hér á staðnum, Ragnheiður Harpa Leifsdóttir. Ég ætla að biðja hana að koma hér upp og lesa úr bókinni. Hæ og gaman að sjá ykkur í kvöld. Ég heiti Ragnheiður Harpa og ég ein Svikaskalda. Við erum 6. Þær eru Fríða Ísberg, Melkorka Ólafsdóttir, Þórdís Helgadóttir, Þóra Hjörleifsdóttir, Sunna Dís Másdóttir. Ég alltaf að telja í huganum. Við erum kollektív sem stofnað var upp úr ritlist upp í HÍ og við komum saman að því við áttuðum okkur á því að við vorum allar með bara svona bullandi fullkomnunar áráttu þegar kom að texta. Og þannig var til fyrsta bókin okkar að við fórum saman upp í sumarbústað, skrifuðum ljóðabók yfir eina helgi og gáðum hana út. Það var að vísu aðeins meira ferli með ritstjóra eftir það, en þetta var svona, átti bara að vera pönk og bara gaman og en nú eru bækurnar, þetta 4. ljóðabókin okkar og við höfum gefið út eina skáldsög líka og það svo gaman að vinna í svona hópi og þegar maður höfundur og að skrifa og dansi svona, maður svolítið með persónuna sínar bara, það svo gaman að koma saman og fá að vera í svona hljómsveit sem þetta og Þessi bók heitir Ég það sem ég sef og ég held að allir sem að hafa átt börn eða þekkja að eiga börn undir 5 ára að vita hvað þetta þýðir og tilvalinn fyrir fólk sem á börn sem eru undir 5 ára. Ég ætla að lesa eftir okkur allar. Ljóðabókin sett upp þannig að hún bara lesin sem einn samfella en það hægt að fletta bara alveg í lokin og sjá höfundana. Þannig verður þetta ákveðin leikur. En hefjum nú lestur. Affall. Frá því hann fjall og reis aldrei upp aftur höfum við passað okkur á stiganum, passað okkur í stiganum, passað okkur í öllum stigum, í öllum partíum. Það alveg sama hvort þeir eru teppalagðir eða gljáfægðir, það sullast alltaf í teppið. Negróni eða púrtvín, eitthvað rautt og óafturkræft. Brjósthólið postulínsbjalla, hjartað bjallan og þindin kólfurinn, en það sama hvað við pössum okkur á eftir hverju þrepi kemur annað þrep og það halla en hitt á undan. Neðstu þrepin hreint útsagt sleip af bleitu, já löðrandi, alveg hreint þau liggja úr þvottahúsinu gegnum kartöflugeymsluna, niður í risið undir súðinni og við þurfum að beygja okkur ofan í gólf þegar við stígum niður í efsta þrepið.
hvolfa. Ef ég stari nógu lengi í fossinn, kyrrist hreyfing vassins og klettaveggurinn leggur á stað upp til himins. Það vegna vanan sem skynjunin breytist, athyglin þreytt eftir frekasta flauminn. Þess vegna býð ég þess að samtaka skrollið örmagn okkur, svo augu okkar megi hvarfla aftur til mána sigða og ígulkjars. Orlof. Þegar þau komust loksins í frí, dvöldu þau á hóteli við Píslavottarstræti. Þar gerðu þau upp nándarskuld, mettuðu langsvelta skepnuna með því að sofa, matast, elskast, í þessari röð aftur og aftur og aftur. Þar til þau hafðu endurheimt fyrir styrk til að stúa aftur heim á hamstrahjólinu. Neysla. Konan sem liðkar kjálkan ekki á kókaini, bara með höfuðverk. Ekki þar með sagt að hún moki ekki í sig dufti, hún mokar í sig dufti, öllu dufti sem hún kemst yfir, nema kókaini. Hún hrædd að hún myndi strax ánetjast sjálfsmyndinni. Hrærir próteindufti út í morgunjógurtið, ashwagandha í kvöldteð, steinefnum í vatnið og þambar. Myrkrana á milli hugsar stundaglasið, sandinn sem rennur úr höfði ofan í maga og hvort nokkur hefur lengur rænu á að snúa því við. Endanlega. Ég losa skrúfu fyrir skrúfu og hringla meir en ég gerði áður, ef það hægt. Skyrpi fram af 10 hæða turni og missi sjónar á himninum. Fæ með vín og segi, ha! Hélstu að þetta væri innkaupapoki? Barnið mitt borar í nefið á mér og ég bora í nefið á barninu. Maðurinn öfundar okkur, hann borar bara í sitt eigin nef. Ég segi við vinkonu mína, ákveðdu hvað gólfið og hvað þakið. Þetta peningamál. Ég fæ mig jarðaber og segi, ha! Hélstu að þetta væri móðir? Ég reynir að gera mig skiljanlega og barnið mitt reynir að gera sig skiljanlegt. Maðurinn minn verður skiljanlega sigri hrósandi þegar hann skilur okkur á undan okkur. Ég eftirlæt honum þessa litlu sigra. Á heimil okkar brýna hnífarnir sig sjálfir ofan í skúffunni. Eina stundina þau bitlausir, þá næstu beittir, við skiljum ekkert í þessu. Ég spyr manninn minn, brýndir þú hnífana? Og hann segir, nei, ég held að þú hefði gert það. Inn í okkur öllum eru ljósastaurar sem kvikna sjálfkrafa klukkan eitthvað ákveðið. Ljósastaurinn í barninu mínu kviknar klukkan 8. Ljósastaurinn í manninu mínum kviknar klukkan 11. Ljósastaurinn inn í mér hulinn svörtum ruslapoka. Það þess vegna sem gnýsta tennurnar, nótt fyrir nótt, til að sarga teipið í sundur. Fléttur. Á nóttunni dreymir mig að tennurnar molli upp í mér. Það hrynja út leið og ég opna munninn. Tindarnir eyddir eftir áratuga langt næturgnýst, sprungurnar djúpar blá fjallagjár. Á daginn bæli ég niður sársaukana í tannholdinu. Hann fléttast saman við mjólkur hvítar óbyggðir, hamingju hroll, sektarkennd og dóttur mína, sem reynir að fanga sólarglætu eins og drekaflugu. Ég hjúpa okkur mjúkum grámosa, veit að mosi mæðraveldi sterkust allra plantna, veit að eftir að landið gliðnar í sundur munu flétturnar græða sárin. Og að lokum. Leamor.
Við flúðum á Leamor í París eftir að lögnin sem ferjaði vatn til eyjunnar brotnaði. Ég leið því. Eftir að við brutum hana með 170 kílóa akkerinu. Á radarnum blikkuðu ljósin, sjaldséðu fiskarnir voru rauðu stjörnurnar sem byrðu okkur sýn. Formaður mínar töldu 1 barn fyrir hverja tönn sem vantaði í góm þeirra. Þær vissi ekki að rigningarvatni skorti öll steinefni. Sjávarsaltið æddi nýsprungnu lögnina, sundlegin fylltist af smáfiskum og riði, saltið átu postulínsvaskana og lakkið á jeppunum. Við flúðum á Leamor í París og pöntuðum okkur morgunverð í rúmið klukkan 9:15, drukkum nýkreistan appelsínusafa og borðum nýbaka croissant á meðan þyrla ferjaði vatnsbirgðir til eyjunnar. Akkeri okkar sat sem fastast í lögninni, stálteinarnir kræktir lífæðina eins og sog smábarns á móðurbrjósti. Takk fyrir mig. Takk fyrir fallegan lestur. Þá komið að síðustu bók kvöldsins. Það er Sýnir himnasmiðs eftir hann Guðmund Andra Thorsson. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Ég var að hugsa, ég reyna að hugsa þessa bókin í eitthvað svona samhengi kvöldsins. Þetta er sem sagt bók sem fjallar 12 kalla og hvarflaði að mér hvort það geti verið að hún sé kannski svolítið eins og kallakórinn Hekla, en bara ekki fyndin. Eða kannski er þetta bara uppvakningar. Þetta er allavega einmanna menn í tvítjökkum sem að þetta fjallar Ég ætla að lesa kafla sem að hangir svona utan á þessum sögum, kafli sem að þetta byrjaði allt á, sem ég skrifaði fyrst af öllu og ég tímdi ekki að henda. Þó að ritstjórinn í mér segði mér að ég ætti að henda þessu, þá hlustaði ég ekki á mig. Niðjar himnasmiðs aka einir á óvissan áfangastað. Þeir þegja mest, en þegar þeir spjalla, þá er það lit á þaki nágrannans. Eða veðrið í Austurlandi tiltekinn rigningardag fyrir 14 árum. Þeir halda einræður sennilega skýringu á bilun í vél sem enginn hafi komið auga á, eða orsakir verðbólgunar sem enginn hafi komið auga á, og þeir tala út frá tilfinningum sínum sem þeir kenna við brjóstvit og tala uns þeir hætta allt í einu. Þá þagna þeir, bíta á jaxlinn og brósi í kampinn og halda áfram ferð sinni á óvissan áfangastað, þegjandi. Þeir bera harm sinn í hljóði. Niðjar himnasmiðs þegja fornar ástir, hafnanir, högg og sársauka, villur og vegleysur ævinnar, barninga og blindgötum. Þeir þegja brostnar vonir og andvana þrár. Þeir þegja hrundar borgir, brotin skip og rofnar brýr. Þeir þegja það sem þeir álíta þarflaust að ræða, því engu verði það breytt, en standi þeirri trú að á hinn bóginn sé ástæða til að ræða staðsetningu Reykjavíkurflugvallar og jarðgöngin öll og litin á þaki nágrannans. Þeir bera harm sinn í hljóði og hugsa sitt. Þeir hugsa fráveitumál og mannanefnanefnd og hrista hausinn. Þeir hugsa kynjafræði í háskólanum og byggingarreglugerðir og hrista hausinn. Þeir eru reiðir yfir lúpínu og lekum krana, litnum á þaki nágrannans, hundi nágrannans, köttum nágrannans sem skýta í garðana, bílastæðaskortinum í miðbænum, boðum sem þeim hafi ekki borist, kvótakerfinu,
gáfaða vittlausa fólkinu, bensínverðinu, þingmönnunum, stjórnarskránni, þeirri nýju og þeirri gömlu, verðtryggingunni og vaxtaákvörðunum Seðlabankans og auðvitað staðsetningu Reykjavíkurflugvallar. Þeir hrista hausinn reiðir og hugsa sitt, leggja rækt við reiði sína og bera harm sinn í hljóði. Þeir ætla að sjá þetta allt saman. Þeir ætla að annast sitt fólk, hugsa sig og sína. Þeir hlusta á blús og lesa innræður Starkaðar. Þeir fara í sjómann og tæma mínibarinn. Þeim líður stundum eins og þeir séu óvæntur hlutur á pokasvæði, en þegar þeir horfa út á sjó, sjá þeir stað sinn og stund og taka spá í veður og gæftir eins og þeir séu villukall sem bíður þess að komast á skak en hafi skroppið frá til að sinna öðru. Kannski kemur lag í útvarpinu með almennilegri músík og þá syngja niðjar himnasmiðs með tilfinningar sínar. En þess á milli þegja þeir og bera harm sinn í hljóði, en tjá hann með því að tala allt hitt og ætla að sjá þetta allt og hugsa sitt á meðan þeir bíða af sér taktfastar lagleysu nútímans. Að bíða af sér leiðindin, það geta þeir. Þá hnipraðir sig saman á eftirlæti stað í húsgótinu við ilmi lyngbrekku og ekki ský á himni, ástafund, fransbrauð með sultu og steikta blómurssneið með sykri, huggun við mjúkan móður maga. En dagar þeirra líða og þeir deyja hægt, frumu fyrir frumu, kennd fyrir kennd, og þær stundir koma þeir skynja rökkur stundir í nánd. Það hendir að þeir yrkja tilfinningar sínar, bera harm sinn í ljóði, slá upp kvæði með rammneldum rímorðum svo úr verður rétthind ljóðlist, reist úr kendum svo brendum vonum og konum og minningonum og þrá að fá það sem má ekki sjá. Þeir haka einir á óvissan áfangastað með réttstiltan ljósabúnað og meðan þeir deyja hægt, kennd fyrir kennd. Þeir aðhyllast beinar línur. Þeir gera kröfu útsýni. Þeir vilja sjá sjóndeldarhringinn í fjarska á meðan þeir íhuga himininn. Þeir eru staðráðnir í að sjá þetta allt, sitt fólk, skaffa. Þeir kunna að klæða sig eftir veðri, þekkja næðinginn og hafa farið með kreftan hnefa í gegnum stóran bil með harm sinn. Þeir kunna að binda hnúta og sjá sjaldan ástæðu til að losa þá, svo lengi sem þeir skaffa. Með ástundun hafa þeir aflað sér sérfræði þekkingar á framkvæmdastjórum í ensku knattspyrnunni, flugunýtingum, örnefnum á hálendinu, keisurum Rómaveldis, beinunum í þorskhausnum, átökunum fyrir botni Miðjarðarhafs, upplausnarskeiði bresku bítlanna, Napóleonstríðunum, ættarflækjum og valdavenslum í Sturlungu, meisturum blústónlistarinnar, kafbátahernaði í seinni heimsstyrjöldinni og höfundum Íslendingasagnanna. En þeir verða hvumsa gagnvart þeirri kröfu að tala tilfinningar sínar, vegna þess að þeir standa í þeirri merkingu að þeir hafi einmitt verið að því á meðan þeir voru að ausa af þekkingarbrunnum sínum og viti ekki betur en að þeir sjá þetta allt, skaffi. Tilfinningar verði líka best ræddar með þögn. Þeir eru ljúmanlegir þumbarar, þeir eru klókir vitleysingar, þeir eru Þorgeirsbóli, Írafellsmóri, Hjaltastaðafjandinn og jólasveinarnir 1 og 18. Þeir eru ský á sólskinshimni og lækur í hlíð. Þeir eru vetrar fjall yfir lágreistri byggð. Þeir eru blær á vanga í gróinni laut
Þeir ýlfra nætur og eigra hjarn, sveima einir eyðisanda í leitað týndri æru og tapaðri sál. Þeir ríða húsum í ljósaskiptunum á meðan tunglið veður í skýjum. Þeir grát undir stýri á leið á fund, án þess að sjáist vipra við munnvik, grói á tár. Þeir eru ýlustrá á eyðisandi. Þeir eru klettadrangur skapaður í bræði. Þeir eru dimmur helliskúti á liðinni öld. Þeir hlaupa á fjöll í öllum veðrum til að bjarga vandalausum og skuttla sínum nánustu bæjarend á milli, sjá þetta allt, sjá sig og sína skaffa. Dagar þeirra líða og þeir deyja hægt, kennd fyrir kennd. Þeir deyja á löngum síðkvöldum og þeir deyjum miðjan dag á meðan þeir skaffa. Þeir deyja á hlaupum og þeir deyja í stól. Þeir deyja á fundum og þeir deyja undir stýri á leiðin á óvissan áfangastað. Niðjar himnasmiðs njóta, kissa, elska og bjarga, farga, meiða, hata, taka og brjóta og deyja á meðan. Þeir missa vinnu og virðingu, vissu, vald og þrek, ljóma og lit. Þeir missa ást og deyja. Þeir missa rödd, afl og bit, trú og vald. Þeir missa hárið, áru og æru og deyja á meðan dagar þeirra líða. Þeir þrá að vera fjall en vita að þeir eru rofabarð. Þrá hinn beina og breiða veg en við þeim blasa krákustígar. Þrá að vera foss en vita þeir eru lækjarspræna. Þrá að hafa ráð undir rifi hverju en finna hvernig dagar þeirra líða með ráðleysi og rökkur stundum í nánd. Þeir finna hvernig allt fer. Þeir aka einir á óvissan áfangastað og hugsa á meðan vald og valdaleysi og uppgerðar en þó einhverjum óuppgerðar sakir, tilfinningar og þögn. Þeir hafa áhyggjur og þráhyggjur og þeir kvíða komandi dögum og vöku stundum, en stundum rofar til í sinni og þá lítar niðjar himnasmiðs í spegilinn og sjá þar færri kíló og fleiri hár en þar eru í raun og veru. Þeir sjá blik í auga og glettni og hlýju yfir vegun og visku. Þeir sjá breiða bringu sem hægt verða að halla þreyttu höfði að, stinnan maga sem rammgert virki musterisins fyrir innan. Þeir sjá stelta upphandleggsvöðva gerða til þess að halda upp í heiminum og sjá þetta allt. Dagar þeirra líða og þeir fjargviðrast yfir lit á þaki nágrannans og lúpinunni og staðsetningu Reykjavíkurflugvallar. Og þeir syngja með þegar kemur almennileg músík í útvarpinu og þeir hugsa sitt og þeim finnst stundum að þeir séu kátur og atorkusamur Guð í tilveru maka sinna, barna og barnabarna og samverkafólks. Menntaður innvaldur, skapari himins og jarðar, frumglæði ljóssins og höfundur lita, himnasmiður, gæfusmiður. Þeir sjá sig stundum sem afskiptalítinn Guð sem lætur heiminn hafa sinn gang eftir að hafa skapað hann og sett honum lögmál og niðurskipan. Þeir sjá sig stundum sem forsmáðan Guð sem vakir ráðþrota yfir velferð trúlausra manna. Þeir sjá sig stundum eins og afsettan Guð sem rúinn trausti horfir yfir sviðna jörð. Niðjar himnasmiðs deyja hægt og meðan dagar þeirra líða og aka einir á óvissan áfangastað, en oftast á löglegum hraða. Takk fyrir að hlusta. Kæra
þakki fyrir lesturinn, Andri. Nú erum við búin í kvöld, en við verðum hér aftur eftir viku. Þá verður síðasta bókakonfektið í ár og ég minni aftur á að bækurnar eru á sérstöku verði í kvöld og þetta er einstakt tækifæri til að grípa þessa höfunda og láta þá árita. En svo bara þakka ég ykkur fyrir samveruna. Sjáumst eftir viku.